Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin með okkur hér á Sport TV í Egilshöll. Þessi sem fer að hefjast leikur Fylkirar sem heimalið Fylkis og FH í Lengjubikarnum. Deildabikar uppbytunar móti knattspyrnuliðanna. Fyrsta beina útsendingin okkar frá þessu móti. Við munum sýna nokkrar. Guðmundur Marín heiti ég og með mér Sverrir Hrafn Sigmundsson, vel þekktur í Árbænum. En búinn að lofa hlutleysi, ekki satt, Sverrir? Jú. Jú. En við ætlum að byrja á hlaupi við liðin hérna. Leikar rétt að fara að hefjast. Byrjunarliðið hjá Fylki, markvörður Bjarni Þórður Halldórsson, aðrir leikmenn Ásgeir Börkur Ásgeirsson, Valur Fannar Gíslason, Daníel Freyr Guðmundsson, Gylfi Einarsson, Kjartan Ágúst Breiðdal, Albert Brynjar Ingason, Tómas Þorsteinsson, Rúrik Andri Þorfinnsson, Andri Þór Jónsson og Davíð Þór Ásbjörnsson. Hjá FH er það Gunnleifur Gunnlaugsson í markinu, aðrir leikmenn Freyr Bjarnason, Pétur Viðarsson, Viktor Örn Guðmundsson, Guðmundur Sævarsson, Atli Viðar Björnsson, Hólmar Örn Rúnarsson, Ólafur Páll Snorrason, Ingimar Elín Sinsson, Matthías Vilhjálmsson og Gunnar Kristjánsson. FH stóð til að Einar Karl Ingvarsson yrði í byrjunarliði FH en hann meiddist hérna í uppbytun og Gunnar Kristjánsson kom inn í byrjunarliði í staðinn. En leikar að fara að hefjast Sverrir. Við fáum hörkuleik hérna, engin spurning. Það engin vafa á því að þetta voru hart barist inn í kvöld. Þetta eru einu liðin í þessum riðili 3 í A-deildinni sem eru ósigruð. FH unnið alla 3 leiki sína og Fylkir sína 2. FH lagt Þrótt, Hauka og Grindavík. Fylkir Stjörnuna og B í Bolungarvík. Væntu þess að þú séð eitthvað af þessum leikim? Herra, ég fór á fyrir leikinn á móti Stjörnunni. Hvað Fylkir þarf að segja? Jú, það er Fylkir. Já. FH í næsta sæti í fótbolta.net mótinu, en það byrjaði þennan deildabikar vel og nú er Matthías fyrirliði Vilhjálmsson kominn aftur eftir skammadvöl á Englandi og það er áhugavert að sjá hann ætti að vera í dúnduformi. Hinum megin vert að benda á Gylfa Einarsson sem hann að spila sinn annan leik held í deildabikarnum núna. Það er FH-ingar sem að vinna boltan hér fljótlega eftir að Fylkismenn spörku honum fram. Leika hér manna á milli í vörninni. Já, ágætlega gert hér Gunnari. Matthías á hægri kantunum sem gefur fyrir. Og það fyrsta færið og fyrsta markið strax eftir 31 sekúndu. Já, Matthías Vilhjálmsson. Þetta er fyrirgjöf frá Ólafur Páll. Já, Ólafur Páll með fyrirgjöfun og fyrirliðinn sjálfur mættur frá Colchester og... Er hann ekki lengi að þessu FH-ingarnir? 31 sekúndu og... En hérna... Í kringum okkur horfandi eitthvað allt annað og mistaði markinu og bjóst engin við þessu frábær byrjun FH-inga. Já, hérna. Matthías. Ekki lengi að stimpla sinni í þetta óskabyrjun FH-inga og... Það er góð fyrirheit fyrir leikinn sem ætti að vera opinn og skemmtilega fyrir vikið. Fylkismenn í sinni fyrstu sókn. Langsending fram hér. Val Fannari sem að Fylkismenn vinna seinni boltann. Svo langur bolti. Reyna þetta svolítið. Þetta er mjög svipað eins og að spila senst sumar. Þetta var svona kick and run fótbolti. Já, ekkert rosalega vinsælt af stuðningsmönnunum. Nei, þetta var nú ekki vel liðað á tímabili. Nei, þá er það FH-ingar þeir vilja láta boltan rúlla til jörðinni. Valur Fannar gera þetta vel. Andra Þór hérna í hægri bakvörðunum. Og langar bolta fram. Það er baráttunni, Valur Fannar fær boltan. Það er fljótur að vinna hann. Hólmar, Matthías og hvenær þessu? Ólafur Páll, nei. Kjartan Ágúst. Já, helgist hjá honum. Kjartan Ágúst er nú komið upp úr erfiðum meiðslum núna. Þetta er bara held ég annan leikur á undirbúningstímabilinu. Já. Mikið meiddist þessi 3 árin.
nýja vandamál og þetta er líka handleggsbotna í fyrra. Já, Hann tekur svona allan pakkana yfir sumarið alltaf. þetta er flinkur strákur, gaman að hafa hann á vellinum. Eldsnöggur líka. Já. Já, það F-fangar Matthías með skallan fram en Bjarni Þórður var þetta. Bjarni Þórður með spyrnuna. Það sparist og F-fangar ná að taka þetta niður. Vel gert hjá Hólmari. Hann fylgist með ná boltanum. Gylfi fær ekkert, vill fá aukaspyrnu. Matthías með sendinguna fram. Nær ekki alla leið á Ólaf. Ólafur endar. Guðmundur Sævarsson. Það væri gerðir þarna F-fangar og þá geta fylgist með svo hratt. Andri Þór hérna, missir boltarinn til Gunnars. Það F-fangar leysa þetta ágætlega. Viktor Guðmundsson, hann var frábær hjá Víkingum á síðasta sumri þegar þeir tryggðu sæti í Pepsi-deildinni. Kominn aftur heim í fjörðinn. Ég held að hann sett 6 mörk í fyrra með Víkingunum. Já. Það var rétt. Matthías, Finnur Guðmund Sævarsson. Hann er með haug af plássi og Óla Pál með sér. Óla Pál með fyrirgjöfuna á Matthías. Það er vel varist þarna og Matthías fær boltan aftur og hvað? Rétt yfir. Matthías stórhættulegur hérna í tegnum. F-fangar er bara miklu grimmari en til að byrja með. Það er bara sem fylgismenn séu bara ekki vaknaðir. Já, enda er Ólafur byrjaðar að öskra á sína menn. Fræktir í Reykjavík-mótinu þegar hann skipti lykilmönnum út af í fyrri hálfleik. Ég held að það verði eitthvað 32 mínútur á móti KR-ingunum. Já, á móti KR-ingum, já. Það var senn komískt og skemmtilegt. Í stöðunni 4-0 eða maður rétt fyrir KR. Já. Þeir fengu ekki að byrja heldur næstu 2 leiki, flestir þessar leikmenn. Já, þeir eru nú margir komnir í liði núna. Það er markspyrna frá Bjarna. Það er fangar vinna þetta í loftinu og Ólafur Páll. Nei, missir boltan út af. Fylkir á innkastinu sínu megin vallarhelmingi. Já, 5 mínútur, rúmlega 5,5 liðin af leiknum með F-fangar haft öll völd á vellinum þessar 6 mínútur. Freyr hérna á boltan í vörninni. Sendir bolta fram. Á Atla. Fylkismenn eru sinni þetta en hvað svo? Já, innkast sem að Fylkir á. Boltan út af. Innkastið. Hólmar reynsar frá. Kjartan Ágúst sendir bolta fram. Þessi Birgir betti handurnar á Gunnlaugi. F-fangar byggir upp á nýju. Freyr. Hólmar. Já, F heldur boltan upp boltin í Kristinn Jakobsson. Já, Kristinn Jakobsson dómari leiksins. Sýnir skemmtilega takta þarna. Dómari sem skipt úr KR fyrir þetta tímabil. Það er Atli Viðar. Já, það er hornspyrnu
Daniel Freyr vann þessa tæklingu bara boltinn af Allaviðari og út af. Efnilegur strákur, hávaxinn og mikill. Daniel, og það ekki betur til hans kannski? Jú, hann er fæddur 1991 þessi strákur. Vaxinn eins og naut. Hann var núna í 2 ár hérna í láni hjá Fjarðabyggð. Þetta var óöfnum meiðsli fyrir að spila svona aðeins minna. Já, hann hefur litið frekar vel út undirbúningstímabilinu, þessi strákur. Það verður ekki auðvelt fyrir bæði Þóri Valfannar og Kristján Valdimars að komast inn liðið aftur ef hann spila svona áfram. Það var mjög flottur núna undanfarið. Já. Með betri núna á móti færeyska liðinu, semstelgi. Já, æfingarleik. Móti B36. Það fór hvernig? Fylkismenn undan 2-1. Já. En það voru nú ekki eins og samfærandi. Þeir voru nú bara lakari liði meira hlutan af leiknum. Já. Þetta sama lið tapaði hann undan daginn aður fyrir Gróttu 3-0. Það er greinlega verið eitthvað smá vannmat til Fylkismönnum. Það má vera, já. Kjartan Ágúst að reyna að koma boltanum fyrir þarna, tekur innkastið. Já, þetta er vel gert hjá Ingimari Hlynssyni þarna, komst inn í þetta. Það fór að spilna þessu fram. Fylkir fram innkastið. Svolítið hægur leikurinn ákvarð þessa stundina, mikið innkostum og boltinn lítið í leik. Ekkert sérstaklega markviss kannski. Svona aðeins að reyna að ná boltanum niður hérna. Gera Fylkis með það Albert. Já, sendingin áfram. Davíð Þór náði þess ekki. Hann er vinna þarna skallaboltan og F-fangar minna svo boltanum miðinni. Hólmar og Mattías. Og Freyr hérna öftustu víglínu. Hólmar sækir boltan til hans og sendir það svo langt á Ólaf Pál. Frábær sending Ólaf Pál. Boltið hann yfir. Með góða móttöku líka, sendir þetta á Mattías. Það þarf að henda sér í boltan og renna sér á gervigrasinu og nær ekki að koma boltanum á netið aðeins og föst sendingin á Mattías. Það var frábær skyndisókn með F-fangum. Glæsileg sending frá Hólmar Erni. Kominn er F-fá frá Keflavík og styrkir það óneitanlega mikið. Hann gæti verið leikmann sem fyllir í skarðið á Davíð Viðarsinni sem fór fyrir senst tímabil. Já. Það vantar hann alveg sárlega miðmann hjá mig fyrra með sendingahöfnuna. Já, þeir söknuðast mikið vissulega, sérstaklega framan á tímabili. Það fangar átt í miklu meiðslum. Það er það Fylkismenn. Slög sendingarnir Ásgeiri. Já. Það fangar koma hér Guðmundur Sævarsson. Sem Mattías sem að sendir inn fyrir. Daniel Freyr kemur í innkast. Það fangar eiga innkastir frá vítateig Fylkis. Hann finnur Mattías. Guðmundur Sævars býður sig. Já, Snorri. Ólafur Páll Snorrason segi ég með fyrirgjöfuna. Það rennur hann í teignum og hann fær að vinna boltan aftur. Viktor. Davíð Ásbjörnsson núna fremsti maður allt í henni. Pétur Viðarsson og nánast búinn að koma sér í vandræði þarna en það reddaðist. Guðmundur með langa bolta fram. Sá hlaupið hjá Mattíasi sem að nær þessu út við hornfána. Ólafur Pál með sér. Ná fyrirgjöfuna aðeins og há. Fyrir Gunnar Kristjánsson eða Gunnar aðeins og Lár. Ég held að það sé frekar seinni atriðið. Þetta var flottur bolti hann fyrir Ólafur Pál með vinstri. Já. Gunnar á hárréttum stað en vantaði
Það byrjum 7,5 cm til þess að ná að skalla þetta. Bjarni Þórður með útsparkið. Það fangar vinna þetta og svo löngsending fram. Daniel og Atli í baráttunni og Bjarni Þórður pikkar boltan upp. Kemur Valur Fannar. Andri og Valur með langa bolta fram. Viktor skallar þetta Samherja. Ingimar búinn að vera nokkuð drjúgur hérna með pikk upp boltana á miðunni. Og góðu skalli tilbaka hérna frá Andra Þór. Það er staðan 0-1. FH vil skoruðu markið á 31. sekúndu. Fyrsta sókn leiksins og sjálfsögðu. Frábær byrjun á þeim og FH að verið sterkari það fyrstu 14 mínútur. Það fylgist með svona aðeins að fara sem á skatti finnst mér. Það hægt að rólega. Koma aðeins menn í leiki núna. Já. Það er langur bolti hérna fram og Gunnlaugur og engum vandræðum með að hirða. Það er Guðmundur. Já, enga sem að FH á. 19.9 og svo er eitthvað náða að pika hérna í boltan. Já, sjáum að Kristján Valdimarsson er farin að hitta upp hérna hjá Fylki. Eitthvað sem hann er ósáttur við hann, Ólafur, eða einhverja tæpur og meiðslum kannski í vörninni. Já, maður hann er nátt sjá hvort einhver sé að stíga niður hérna eitthvað. Já, það geti við náttúrulega verið á miðjuna og Valur Fannar ætti að fara á miðjuna líka. Það er ekki Gylfi Einarsson hreinlega hvað haltra þarna, já, kemur í ljós. Það fangar hér í sókn. Já, hættuleg sending, Freyr nær þessu samt og það er að bjarga þessu og langur bolti á Bjarna Þór, markvörð Fylkis. Já, Daniel Freyr hérna slaka sendingu. Tómas Þorsteinsson komst þann inn í þetta. Það fær innkastið. Annað innkast hérna sem að Fylkismenn fá. Nú er það hlutskipti F-fæðinga að taka innkast hér hinum með völlinn frá okkur séð. Það var Páll Finnur Frey. Já, Ingimar með sendinguna en nei, Hólmar var þetta með sendinguna segi ég. Ekki alveg. Það Albert með langabolta upp kantinn og Viktor gefur innkast. Rúrik þarna sprettinum eftir þessum bolta. Strákur fæddur 92. Það er Albert, Ásgeir. Já, góð sending á Ásgeiri. Andri með fyrirgjöfuna. Það gerist, þeir ná ekki að koma þessu frá og dauðafæri og hvað gerist úr þessu? Nei, þeir ná ekki að nýta sér þetta fát á vörn. FH-liðsins þarna Fylkismenn, já, annað fyrirgjöf. Aftur komast þeir inn í þetta. Gunnleifur nær þessum bolta. Já, þarna munaði litlu að Fylkir hefði náð að jafna metin.
Vanta aðeins upp á stöðuleika sóknarmanna Fylkis hérna. Já. Það var sumuleyti óvænt færi kannski. Ég man ekki alveg með á nótunum. Það var Ingimar Matthías. Hann sterkur og engu vandræði með þetta. Pétur með langa bolta fram beint til varnarmanna Fylkis. Það fá einhver pressa en þeir spila vel út úr þessu. Gylfi Einarsson. Já, Davíð Þór. Já. Liðin búinn að stilla upp. Við Valur Fannar líka sem langa bolta eitthvað, nei. Það er nú til hægri á Rúrik. Svo gefum við boltinn upp í hornið. Andri eftir fyrirgefin á hann og aftur núna. En Albert Brynjar Ingason náði ekki nógu góðu skot á markið þarna og Gunnlaugur í engum vandræðum með að verja þetta. Ágætis færi samt. Hefur hreinlega átt að gera betur en Albert þarna. Já, Fylkismenn farnir að pressa og vinna boltann hérna á álitlegum stað. Gylfi. Andri. Já, hérna fær Albert boltann. Já, tveir Fylkismenn inn í teignum núna. Markspyrna sem að fá náðu ekki að koma boltanum inn í teig. Rúrik og Ingimundur Níels mættir þarna. Það er Ingimundur sem er meiddur í það ekki? Jú. Já. Kristján að gera sér tilbúinn. Einhver allt annar leikmaður sem var þarna, væntanlega Tómas Þorsteinsson. Það er skipti ekki á Fylki núna. Já. Jú, það er rétt Gylfi. Já, eitthvað farin að haltra. Valur fann að fer það á miðuna og það fór nú út af hérna í leiknum mútið Færeyjum. Færeyjaskaliðinu daldi viklega út af meðslum líka. Já. Já, synd að við sáum hann ekki sínar listum sínar lengur. En Kristján fær hér tækifæri til þess að sýna sig. Valur fann að verða djúpur á miðjunni. Kristján beint bara í miðvörðinn. Inga sem að fangar eiga. Matthías minkar þetta áfram. Já, Fylkismenn vinna boltan, vel gert til þeim. Freyr skallar Viktor nær boltanum, gefur honum á Matthías sem að fær innkast. Valur Fannar potaði boltanum út af. En Matthías fljótur að koma boltanum leik Gunnar. Já, boltin í höndun á honum, Fylkir á boltan. Hagnaðarreglan bara. Já, þarf að flauta þarna. Það fá okkar góð hjálpaverð þarna í Hólmar Erni sem að mann hann að bolta og kemur hann svo Pétur. Já, það fá okkar að vinna sér hérna smá tíma. Hægja á pressunni hjá Fylkismönnum. Boltan á Gunnar, nei, hann er ekki að taka á mótunum. Valur Fannar snýr hér og kemur sér í vandræði. Atli Viðar. Ólafur Páll lætur bolta fara en nei, gekk ekki upp. Ágætis tilraun samt þarna með fæðingum. Við vorum við það að fá hann að tækifæri en Fylkismenn bjarga þessu innkast sem FH á. Ólafur Páll með vorum hansókn að þetta væri fyrirgjöf. Já, það var nokkuð fjarri markinu. Já, ágætlega spila hérna, nei, það var svo þröngt og Fylkismenn vinna boltan. Hólmar sendir golfið tilbaka. Pétur sækir boltan.
Hólmar aftur hérna. Matthías býður sig á miðunni, hann sér hann ekki og leitar til hægri á Guðmund Sævarsson. Hólmar og Ingimar Inga sem að FH á. Viktor og Gunnar vel spila hjá þeim. Valur Fannar les þetta, gerir þetta vel. En þangað fljótur að vinna boltan. Gunnar og Matthías. Ólafur og reynir hérna þríhyrning. Brotið á Matthías í hlaupinu og FH aukaspyrnu hérna hálflegum stað. Takkaði snögt hérna. Já. Guðmundur. Pétur með reynir sendingun upp í hornin, gengur ekki. Kemur Ásgeir Börkur. Brotið á honum já. Og Fylkismenn á að letta á pressunni. Það fengar aðeins svona auki pressuna aftur. Byrjuði leikinn af miklum krafti svo komast Fylkir betur inn í þetta en smóldi að sjá hvernig það þróast áfram. Kristján með langa sendingu fram. Já, Davíð Þór, nei, nær ekki að fóta sig þarna með það að vinna boltan. En vinnur tilbaka, vel gert hjá honum, en hann har truflað fáingan í það minnsta. Gunnar með sendingu hérna Guðmund Sævarsson. Kemur á skeiðinu. Ólafur Páll með honum, nei. Hólmar, Gunnar Kristjánsson, dauðafrýr hér og Viktor með allan vinstri kantinn, nei. Býður ekki nógu lengi til hlaupinu hjá honum. Það var það langur bolti fram. Tómas Þorsteinsson með hann. Gunnleifur finnur Guðmund Sævarsson. Það var Ingimar. Þetta var allar við hér aukaspyrna. Daniel nertaði hælinn á honum og fær tiltal. Það var bolti ætlaðum Gunnari en Andri nær að skalla þetta innkast. Ingimar, já, vel gert hjá Ásgeiri hérna. Já. Davíð með sendinguna ætluðu Albert en sendingin allt og föst. Það er það FH-ingar. Hólmar reynir langa sendingu sem gengur ekki upp. Það er vinna boltan hérna FH-ingarnir. Valur Fannar aðeins svo lengi með boltan. Já, mistök hérna. Liðum skiptast á að gera mistök. Hraðinn svona kannski aðeins aukast og fylgja mistökunum líka. Já, Tómas stígur á boltan. Mönnum gengur eitthvað erfilega að fóta sig inn á vellinum. Já. Spurning með skóbúna hefðan. Já, þá róa FH-ingar leikinn aftur. Hraðinn aðeins svo mikill fyrir liðin svona á gervigræsinu. Reiði ekki alveg við þetta. Ekki það þessu ekki vunna að vera gervigræsi þessu tímapunkti. Nei, 8 mánuðir á ári. Það er í gervigræsstjálfunni á flestu liðum. Já. Það gekk ekki upp hérna hjá Fylkismönnum að reyna að spila sig út úr þessu. Ólafur Páll með fyrirgjöfuna en vel gert hjá Bjarna Þórði Halldórsssyni. Gott úthlaup. Já, kom boltanum strax í leik en það var kannski óþarfi þarna. Valur Fannar var ekki með neitt pláss og hafði enga til að gefa á. Það er Ólafur Páll. Gunnar búinn að skipta kant. Viktor tekur hér innkastið.
Matthías með honum, Viktor. Já, glæsileg tilþrif þarna, kemur boltanum fyrir. En Kjartan Ágúst Breiðdal skallar þetta frá. Og ef hann okkar hvað, vinna boltan aftur eða hvað? Hver að þetta? Það er Bjarni Þórður, markvörður. Þau fara að taka markspyrnu. 28 mínútur nákvæmlega liðnar af leiknum. Staðan 0-1. Ekki mikið færi. Nei, það er búið að heldur minna, meira kannski svona hálfæri í leiknum hérna. Já. Fyrir þetta markið hafa liðin í rauninni fengið sikkvort færið. Þeir mann þetta rétt. Pressa hér ofalega. Bjarni Þórður þarf að taka sprett til þess að ná þessu og sendir þetta upp í Rjáur. Það er innkast. Matthías glæsilega gert hjá Matthíasi, Finnur Viktor og rangstaða á Atla Viðar. Hann kannast ekkert við það. Nei. Það var ekki rámstörið þeirri línu sem hann orðið eftir. Línuvörðurinn, ég veit ekkert hvað heitir, vissi sinni sök. Aðstoðardómarinn fyrir GS. Það er alveg bannað að kalla það línuverði. Já. Verða mjög fúlir yfir því. Það var þarna með markspyrnuna eða aukaspyrnuna allavega. Fylkismenn vinna þetta. Í loftinu og Valur með sendingu á Rúrik. Hann finnur andra. Já, Atli Viðar duglegur þarna, kemst fyrir sendinguna frá Kristjáni og hann brýtur Gunnar á andra Þór Jónssoni. 15 mínútur til hálfleiks. Við viljum fá meira fjöri í þetta, er það ekki Sverrir? Jú, við auglýsum eftir því hérna. Og kannski auglýsum meira hörkuleika í þetta, það var skemmtilegra. Við erum nú vön því þessi tvö lið, það sé nú hart barist. Já, ofta einhver sem að liggur eftir meiddur en þessi lið eiga stuð og kannski aðeins hvítum búning. Ég getum ekki verið að sammála því reyndar. Við getum alveg talið upp nokkuð dæmi hérna sem að... Það getur örugglega fundið eitthvað hinn veginn líka, alveg pottitt. Það var nú 2 rauðir fyrra á Fylkisvellinum. Sikkvort rautt spjald á liðið. Já, það er alltaf fjörið þegar þessi lið mætast. Já, við fáum eitthvað í seinni hálfleik að það kemur ekki hérna síðasta korterið í þeim fyrri. Einhvern veginn ágætt mark hérna í upphafi en svo hefur verið fátt fína drætti satt að segja. Svo við erum að búast kannski leik í marsmánuði. Menn kannski ekki alveg komin í gýrum svona. Ekki sitt besta spilform allavega. Það fann að detti í það samt held ég að ef maður rétt að bæði liðin sé að fara núna til Erlendis að spila á grasi þannig að... Já. Valur, já. Davíð, nærra skoti, nei. Ásgeir með sendingunni út á Kjartan. Og hann finnur Tómas sem að senda boltan fyrir. Þeir kemur þessu frá, Ingimar nær ekki skalla þetta alveg í burtu. En Fylkismenn á ekki skota markið. Það fá hann að hreinsa. Atli Viðar í kapphlaupi við Kristján sem hefur betur. Fylkismenn er ekki vanið því að skora eftir fyrirgjafir. Það er ekki mikið skallabolt orðið sem við skorum úr. Nei. Þannig að sparkan og Valur fannar í Ingimar. Já. Það er kjúklingurinn að finna þess fyrir því. Valur kallar hann ekkert allt ömmu sína hérna í boltanum. Kristín Jakobsson stendur alveg í þessu og sér ekkert athugavert, kallar ekkert á Val eða hvað. Jú, kallar á hann núna.
hann fær tiltali í það minnsta. Já, þannig fyrstu smá hörku eins og varst að biðja um að gera auglýs eftir þessu bara. Spurning hvort að leika ræsist og menn fara að hefna og bjóða upp enn frekari skemmtilegheit. Kristinn eitthvað útskýra reglur þetta fyrir börnum líka. Já, Björn Daníel Sverrisson fyrir að hita upp núna. Spurning hvort nei, Ingimar harkar þetta bara af sér. Sendingin hérna, hann fór á nægan tíma til að koma þessu frá. Já, Kristján Valdimarsson kemur þessu, hreinsar þetta frá, en það fangar vinna boltanum Matthías. Flott sendingin fyrir á Atla. Ólafur Páll í hlaupinu fær boltan og nei, nær ekki alveg nógu góðu skoti. Bjarni Þórður verð þetta. Vantaði aðeins að upp á að hitta boltan betur. Já. Skelvileg sending á kjöftina hérna. Matthías og Ólafur Páll, nei. Það er ekki að leggja boltan fyrir sig. Kristján truflaði hann nógu mikið til þess að Bjarni Þórður kemur höndunum á boltan. Já, Albert. Virkaði hálf einmannað þarna en það er nálægt í að koma boltanum samt að Samherja með baráttu. Já, Daniel leika sér eldinu þarna. Það er að fara að losa fyrir boltan. Og það er enga Samherja til að gefa eða hvað. Hundskammar strákana fyrir fram að sig. Já. Þetta að lesa þetta og hlaupa upp í hornið. Það því hann lítið verið Tómas að hlaupa tilbaka en það var ekkert þar. Nei, neitt. Pétur Ingimar leika hérna sín á milli. Matthías Guðmundur Sævarsson. Fylkismenn koma hér í skyndisókn. Ásgeir Börkur. Rúrik með honum, nær boltanum, já. Það gerir Rúrik, hann skýtur á markið og það er rétt yfir. Rétt yfir hann. Hann getur skot. Rúrik er nú uppalinn í Fram og kom til Fylkis fyrir tímabilið. Var yfir með það að skora fyrir annan flokk Framara í fyrra. Já. Þetta er markaðasti leikmaður þeirra í B-deildinni. Kemur úr. Það er að segja sem svo mjög góðu unglingastarfi Fram undanfarin ár. Verið með hauga efnilegum strákum. Hvort sem þeir eru í toppáráttunni eða ekki í yngri flokkunum, það er aukaatriði. Leikmenn að skila sér upp í meistaraflokk þar. Já, engar sem að Fylkismenn eiga. Hann er Haukismann að fá hendi á Guðmundur Sævarsson. Já, á innkast. Kristján var nú vel staðsettur þarna, hann Það tekur tíma að sækja boltan. Tómas næst í dottin hann í fimmleikunum. Já. Það er ágætt að slasa sér þarna, já. Nei, hann skilaði sér. Slagt innkast. Ingimar komst fram fyrir Davíð Þór og það fangur getur sótt hratt Matthías. Já. Hólmar finnur Gunnar Kristjánsson. Nei, engin
vítaspyrna, fór bara í boltann. Og Fylkismenn komast í veg fyrir þetta. Það fanga að koma hér aftur. Já, bara þetta þarna úti sem Fylkismenn hafa betur og svo var langabolti hérna Rúrik. Svo móttaka í honum, Ásgeir Börkur. Valur Fannar, mikið pláss hérna á miðjunni. Gefum boltanum á Rúrik sem að gefum boltanum fyrir Ering. Það er Pétur Viðarsson, skallar þetta og Gunnlaugur nærflöndi boltans. Já, þetta var ágætis sókn samt hjá Fylki. Þeir eru að farast nær markinu allavega. Já, hér kom F-fangar Guðmundur Sævarsson. Ólafur Páll með honum. Sendir fyrir. Daniel skallar þetta frá. Rúrik heldur boltanum, kemur hann á Ásgeir Börk á lokum. Ásgeir Börkur að reyna þarna tækniæfingar sem hann ekki frægur fyrir kannski og boltinn út af. Fyrir þá sem vita nú ekki, þá var nú Ásgeir Börkur líklega eitt svo leiknast í Fylkisliðinu. Og þekktu markaskori gegn Mata Ingrúflokka. Breyttist í Harry Jaxl þegar hann kom meistaralok. Já, það er átrúnaður góðað hann sem alltaf genur á Gattuso, þannig að það er ekki langt fyrir hann að fara. Nei. Það er Guðmundur Sævarsson. Slökksending frá Hólmari. Fylkismenn geta sótt hratt, Tómas. Sendingin á Freyr er þarna. Hólmar kemur svo Samherja, Mattías. Það vantar hann bara alltaf sóknarmenn líka við Fylki þegar þeir voru 4 á móti 6 í snýtusókninni hérna. Já. Það fangar ekkert að láta teima sér mikið út úr stöðunum, halda skipulaginu mjög vel. Þar leiðandi Fylki kannski ekki fengið mörg tækifæri. Þetta sem að fá á núna. Hólmar glemdi honum hérna aðeins. Mattías. Gunnar. Bjóst í hlaupinu frá Mattíasi hérna inni. Það kom ekki á Daniel. Spyrnur sem svo hérna upp völlin og út af boltinn á lokum. Viktor tekur innkastið. Það sparist hérna og F-fangar fá boltan á lokum. Hættuleg sending. Innkast sem F á. Pétur, Guðmundur Sævarsson. Ingimar. Ólafur Páll og Guðmund Sævarsson með sér. Ólafur Páll reynir að finna Guðmund og tapar boltanum á lokum út af innkast. 3 mínútur eftir að venjulega leiktíma hér í fyrri hálfleik. Náttúrulega ekki miklu bætt við, kannski mínútu. Jú, líklegast mínútu. Mínútu á skiptingunum bara líklega. Já. Átökomni hérna eftir að Valur Fannar barði frá sér. Þeir með langa sendingu Daniel á hávaxinn. Missa þetta yfir sig.
Matthías Ólafur og Daniel vel staðsettur hérna. Það kan missa boltan hér út af. Valur og Andri, Albert. Ágætlega að spila hérna hjá fylkismönnum, Ásgeir Börkur. Það er aukaspyrnu. Tómas Þorsteinsson kemur hérna, þetta er hættulegt. Það fylgir annars vegar. Tómas með spyrnuna. Þarna 3 fylgismenn möguleika að komast til boltan og... Allir snýru baki í boltan. Já, mjög skrítið. Og svo vissi enginn hver að fá boltan og Pétur Viðarsson skallar þetta svo hondunum á markverði sínum í horn. Já, þetta skapaði heldur betur hættu. Greinilega lagt upp með að setja hann inn á Daniel hérna. Þetta er mjög öflugur skallamaður. Já. Spyrnan hérna frá hægri. Nú á boltan inn að markinu og þar er Gunnlaugur sem grípur þetta. Það fangar ekki sérstaklega fljótið framvöllin úr þessu og hér ekkert í bakið á Fylki. Nýttur og Finnur Guðmunds Savarsson. Finnar að aðleiknina vinstra megin. Matthías sér hann, sendingin slögg. Andri fyrir þessu sendingu fram sem er ekki betri. Aðfáðungar fá boltan aftur. Það eru venjulegu leiktími er að renna út í fyrri hálfleik, vantarlega mínútu eftir. Það er Hólmar. Já, allur út af boltinn og Inga sem að fylgir á. Ólaf Fannar, ekki góð sending frá honum. Já, hálf mínúta var það á Kristíni Jakobssyni. 31 sekúnda til að ná komur. Já, staðan í hálfleik 1-0 FH í vil. Já, Matthías Vilhelmsson skoraði eftir 31 sekúndu. Óskapbyrjun FH-inga síðan hafa FH-inga fengið cirka bát 1 færi og fylgismenn einhver 2. En við skum eftir meira fjöri í seinni hálfleik, förum í auglýsingar og komum með seinni hálfleikin eftir 13-14 mínútur. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ísskápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld er ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem
Hafðu augun á boltanum með N1. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Sjónvörp? Já, alveg hellingur. Max. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Samfélkinir Unknown. I was in a coma. Martin Harris doesn't exist. It's not safe for you. Why didn't you run? Liam Neeson mættur í mynd sem gagnrýnendur hafa sagt að sé frábær blanda af Bourne-myndunum og Taken. Ekki missa þessari frábæru spennumynd með naglanum Liam Neeson í aðalhlutverki. Unknown. Frumsýnd 18. mars. Tryggðu þér miða á sambio.is. Við sjáum oft svo sterkt dæmi það að augnablikið breytir stundarstað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. N1. Meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Komið sælir aftur áhorfendur góðir. Seinni hálfleikur í leik Fylkis og FH er að fara að hefjast hér í Egilshöllinni. Staðan 1-0 FH í vil. Ein skipting sem er í hálfleiknum. Það er Andri Már Hermannsson að koma inn á. Ungur leikmaður í liði Fylkis. Staðan fyrir Val Fannar. Sýnist það ekki? Jú, Sverir. Sýnist að vera komin á velli. Já, hann leynir sér ekki þegar hann er inn á, hann er auðþekkjanlegur. Einungis einskipting á, engi skiptinga þá megin. Má nú ekki gleyma því líka að Valur Fannar nú upp á dómara. Já, og kemst upp með ótrúlegustu hluti stundum. Hann er nú mjög fair leikmaður, hann má nú ekki deilu það. Nei. Ég ætla ekki að ræsa við það. FH sem að byrja þetta hér. Skoruðu þetta 31 sekúndi í fyrri hálfleik, Matthías Viljámsson. En það er seinni hálfleikin ekki alveg að sama krafti og hófu fyrstu sóknina, tapaði boltanum. Fylkismenn sækja þá hratt. Þannig bolti fram Gunnlaugur. Sækir þetta. Já, Fylkismenn búinn að halda út mínútu hérna. Þetta er framför sinni fyrri hálfleik. Það FH-ingar. Já, tapar boltanum Andri. Sjálfur öskrar Ólafur þjálfari og sendingin ekki nógu góð á Albert Brynjar. Hann hefði nú betur átt að fara eftir fyrirmæli þjálfara þarna. Já. Það er það. Að fá Ætli Viðar. Já. Kemur þar aukaspyrnu Matthías fljótur að koma vill taka þetta, finnur ekki Semmerja. Ég er nú ekki frá því að ég held að það séu bara 3 minnstu leikmenn deildarinnar og séu allir inn á vellinum í dag. Gunnar Kristjánsson, Tómas Þorsteinsson og Andri Már Hermannsson held ég. Já, Andri Már herra lægstur. Já. Já. Þessi 1.62 með takkasmannum. Já. Þeir hreinsa frá hérna Lámsi í FH-ingar og Fylkismenn inn að koma þess aftur játt að teiknum en misskilningur hérna. Albert hefði nú bara mátt taka við boltanum hérna aðeins og halda honum hérna uppi. Já. Fyrstu einhverju hlaupi frá Davíði Þór sem að Davíð sá ekki. Það vissi allavega ekki að því allavega. Það er Rúrik sem vinnur boltan. Finnur Davíð Þór. Hann með sendingun á smáhúsnafélaginn Andra Má. Vel gert hjá honum, sendingin inn í teig. En Guðmundur Sævarsson ræðir þessu frá, finnur fyrirliða sinn Matthías, finnur Frey. Frey er að spretta um upp völlinn. Ólafur Páll hérna. Já, Kjartan Ágúst lokkaði hann í þetta. Vel gert hjá honum. Vinna boltan, Tómas skallar þetta áfram. Það fá hann að vinna svo boltan. Matthías. Greinlega í fanta formi eftir að vera út í Bretlandi. Já. Kemur mjög flottur tilbaka. Eftir vel. Já, hér er FH-ingar. Hólmar. En skotið beint af Bjarnar Þór. Hittir boltan ekki nógu vel. Bjarni fyrir eftir að Semmer komið sér í sína stöður og senda ekki svo langt. Já, aukaspyrna sem að Fylkismenn eiga, klemdir þetta. Ólafur að leiðbinna mönnum hérna. Já. Matthías. Tómas Þorsteinsson. Andri skallar þetta tilbaka á Andra nafna sinn. Þór Jónsson og FH-ingar bægir hættinni frá.
Rúrik. Já, vel varist hjá F-fangum. Hólmar gerði þetta vel og fekk aukaspyrnu. Já, Ólafur Páll með sendingunni í teginn. Atli Viðar kemur þess ekki á Matthías. Andrarnir leika saman. Albert nær ekki valda boltanum þarna að F-fangar fljótir að vinna hann aftur. Einu sem oftar og Atli Viðar hérna, sloppinn inn fyrir. Kemur út í teginn en það er enginn F-fangur og fylkismenn bæja hættinu frá. Það eru fylkismenn í sinni skyndisókn. Tómas. Matthías fær hérna boltan. Já, það er innkastið. Tómas Þorsteinsson duglegur hérna. Gunnar Kristjánsson tekur á sprett. Matthías fær boltan og skotið yfir. Þótti ágætisfærið þarna en hitt ekki markið. Við tökum þetta klassíska og náði hann ekki halla sér nógu vel yfir boltan og senda niður markið. Og skjóta jafnvel í miðjan boltan líka jafnvel. Já, en það sýnir hvað þeir eru hættulegir. Upp úr ringum kemur þessi sprettir hjá Gunnari og boltinn til Matthíasar. Tveir fylkismenn að slást boltan þarna og F-fangar fá þetta. Guðmundur Sævarsson heldur honum inni. Ólafur Páll. Guðmundur aftur og hann finnur félaga sín á miðjunni eða hvað? Hólmar? Nei, jú. Ingimar. Matthías biður boltan. Ingimar sendir boltan til vinstri. Aðeins og langa bolti fyrir Gunnar Kristjánsson. Sér Björn Daníel Sverrisson F-fangur er að gera sér kláran að koma inn á. Ætla að vera ekki Ingimar sem kom með út af. Það er ekki ólíklegt. Björn Daníel kann svo sem bestu sig í stöðunum sem Matthías er að spila en slæðir hann ekki beint út úr liðinu. Nei. Það má nú að vantar hann líka Gunnar Már Guðmundsson sem kom til. Já, herra Fjölni sjálfan. Já. Hann er líklega einn af þessum mörgum sem er meiddur núna. Já. Það vantar nú þó nokkuð marga leikmenn hjá báðu liðum. Já, Ásgeir Gunnar er náttúrulega meiddur að venju. Já, HF á sorgarsaga með þann frábæra knattspyrnumann allir þessi meiðslands. Man er gleyma líka Bekkjasögu. Hann er ekki fengið mikið að spila senstu árum með F-fangunum. Nei, þetta er leikum með að koma sér svo sem í sitt besta form líka. Ásgeir Börkur. Finnur Tómas. Hann er barðinu við Pétur höfðu betur, Gunnlaugur. Kastar þessu fram. Já, Ólaf. Hólmar með honum. Já, Atli Viðar. Já, Ingimar. Hann reynir sendinguna heim fyrir. Matthías tekur ekki sprettinn. Tómas. Já, Ingimar nær þessu. Voru báðir klárlega í þetta svo sem en árásturinn var minni háttar. Guðmundur lendir hann í vandræðum. En það er að segja að finnur enga samverð en er ekki komið boltanum fram á við. Já, Jóhann Þórhallsson að gera sér tilbúinn fylgismegin. Það fara Þorvarnir vantarlega að skipta örtinn á. Fylgismegin enda þegar gert tvær skiptingar.
Kristján Valdimarsson kom inn fyrir Gylfa Einarssoni fyrir áleik. Vegna meiðsla Gylfa. Kemur ekki óvart að hann taki Kjartan Ágúst út af og Tómas myndi fara að færa sig í bakgrunn og Jóhann á kantinn. Já. Kjartan alltaf kom að stíga upp úr erfið meiðslum. Það verður að passa mínúturnar. Mattías. Já, allir veðar en þetta vel gett hjá Kristjáni Valdimarsinni. Það er Andri Már. Með boltan á Rúrik. Eða hvað? Já, Rúrik nær þess að fara hornspyrnu. Nei, boltinn af honum, já. Þóttist nú nokkuð vissum að boltinn hefði farið af Frey þarna en aðstoðardómarinn er mikið betri aðstöð heldur en við til að sjá þetta. Hann er örlítið nær þessu. Já. Hann er svo 50 metrum. Plus mínus einhverjir. Já, töföld skipting hérna. Skipting öll heldur í sig fyrir liðinu. Og það er rétt fyrir þeir með skiptinguna hjá FH. En Albert Brynjar Ingarsson. Já, Albert Brynjar Ingarsson er það sem kemur út af fylkismegin. Já, það er áhugavert að fyrir Jóhann bara í framlínuna. Já, FH var það svo búið að vera giska á Ingimar Elí Hlinsson sem að fór út af. Inn og kom Björn Daniel Sverrisson. Ingimar kom að mjög flottur inn á miðjunni F-fangum í dag. Já. Já, að fá þetta innkast. Spurning hvort þessi er áhverjandu. Nei, þessi varamenn á að pressa þessi búið leikinn. Innkast sem að fá fær hérna upp við hotfána. Vinstra megin. Það er greinlega enn einn skiptingin að fylki hérna. Jóhann Kristjánsson var að gera þetta tilbúinn. Já. Það er þá skipting nr. 4. Hérna er það fylkismenn. Tómas. Já, kemur svo Davíð Þór sem að stígur á boltan. Björn Daniel finnur í sína fyrstu snertingu, finnur Óla Pál sem að kemur sér ekki fram hjá Ásgeiri Berki. Já, er það næsta skipting. Já, þá kemur Tómas út af. Jóhann Kristjánsson kemur inn á. Strákafættur 1992. Það fer beint á vinstri kantinn bara, eða ekki? Jú. Björn Daniel. Sendingun yfir. Gunnar. Já, nær þessu bolta aftur. Og ágætlega gert hjá honum Daniel, brotlegur aukaspyrna. Já, fangar eru líklega til að taka þetta snemma þetta við. Spurning hver að taka þetta, hvort þeir láti vafa markið eða reynir sendingu. Hvað heldur þú, Sverrir? Ég held að Ólafur Pálsson skjóti bara. Já. Gunnar var ekki líklegur, hann var örfættur og þannig var ekki að sparka með hægri. Það er líklega ekki. Jájá, það er Ólafur Páll þarna. Það er inn í deginn ef að hvernig er að ná frákastinu. Skotið er framhjá. Já. Kannski full slök aukaspyrna þarna. Það vantar aðeins meira kraft í þetta. Já, skapaði rauninni enga hættu. 14 mínútur rúmlega liðnar hér af seinni hálfleik. Staðan 0-1 ennþá. FH vil. Guðmundur Sævarsson. Það er sendingu slöggja honum. Hörtan með slaka sendingu líka á
En nær boltanum og missir hann svo, Ólafur Páll. Viktor og Gunnar. Hann fer á sprettinn, endur hann bara langt og frábærlega gert hjá honum, rétt á undan Kristjáni Valdimarsinni þarna en finnur ekki Atla Viðar. Daniel komst hann á milli. Já, vel gert hjá honum. Ólafur Páll, nei, haldingin ekki nógu góð og hvað Jóhann Þórhallsson kominn hér. Einn á móti Gunnleifi. Jóhann með skotið í stöngina. Já, óheppinn þarna Jóhann Þórhallsson. Sendingin frábær. Hjá Jóhanni Kristjánsinni. Já. Já, þetta dauðafæri kom upp úr engu fljótur á Jóhann Þórhallsson en það sýndist Gunnleifur aðeins ná að setja fingur í boltan og þaðan í stöngina. Þetta gerist hérna á 16. mínútu seinni hálfleiks, besta færi hálfleiksins. Já, aukaspyrna. Mér sýndist hann bara stíga boltan hana. Já, mér sýndist hann líka. Viktor Örn Guðmundsson alls ekki sáttu við þetta en aðstofndómarinn missi sinni sök. Hann er þetta maður. Okay, þetta er aukaspyrna, þetta er rétt fyrir utan. Það var svona cirka 3 metra fyrir utan tegi hérna. Sem brotið byrjaði. Það vant alveg verið þó eitthvað peysutúr hérna eins og mann dæmdi á henni, svo tæklingin var ekki óróleg. Já, því mér sýndist í það minnsta. Það var það. Sendingin og hvað Gunnleifur fær þetta á lokum. Já. Vantaði dátti kraft hann í skatanni á Rúrik. Jóhann Kristjánsson hérna gerir sig gildan í teignum. Ágætt innkomi á honum. Guðmundur. Ólafur, já. Fórnaði sér í þetta. Já, Atli Viðar Rángstæðir hérna á tiltal sem Jóhann Títnendur Kristjánsson fær. Já, gult spjald bara, já. Já, þá heyrum við Ólafi Þórðarsinni. Ég skil hann bara Ólaf bara full vel með þetta. Hann nær honum ekki eins og þetta. Hérna, hún hætti að skilja sér heim í 12 áhorfenda og risaskjái. Já, Kristján bara að reka Ólaf upp í stúku hérna. Já, losa sig bara við hann, hætti þessu röflikall hýpjaði. Já. Það skammast í, segir hann eftir. Já, Ólafur, hann kann að æsa sig betur en margur annar. Þetta er nú kannski hlutandi rétt hjá hann hérna. Hann vildi nú fá guldspjald á peysudói hérna rétt áður. Já. En er þetta eitthvað til þess að láta reka sig upp í stúku fyrir? Ég veit Nei, þetta er kannski full lítið til þess. Já. Ég hef nú skilið að hann hefði nú þrumað í hann þarna. En ef ekki rautt spjald að þið skilja það. Heldur mikill læsingur fyrir litla sakir. Kannski á þess að hljóma hlutdrægur, þá var þetta nú kannski samkvæmt bókinni um peysudói og guldspjald. Sem er alveg rétt í Ólafi samt sem áður. Já, það er... En nú held ég að koma eitthvað skemmtilegt í leikinn. Já, æsist þetta, það er Rángstæður. Atli Viðar. Eitthvað hugmynd þarna hjá Ólafi Páli en Atli Rángstæður og sendingin þess fyrir utan aldrei á hann. Það er nú vel bara spurning hvað tekur við fylkisliðinu eða þegar Kristján Guðbrandsson er ekki á bekknum. Hann var bara fjarverandi í dag. Það er spurningin, já. Hvort hann ná að sitja fyrir aftan bekk, ég bara stýra þessu þaðan. Það geti verið... Ég veist að sé nokkur að fylgjast það vel með því... Það á ekki að vera þar. Alltaf verði ekki bara liðstjórn, Guðmundur Ólafur Sigurðsson sem tekur við þetta. Liðstjóri Íslands oft nefndur, já. Hann þekkir nú vel til fylkisliðs sem búinn að vera þarna held ég bara í tæp 10 ár. Já. Hérna er að Kjartan Ágúst Breiðdal með aukaspyrnu. Fínn bolti og dauðafæri. Andri Þór með skallan, frábær markværslega Gunnleifi. Já, hérna verður hættulega þessi fyrstu leikadrið hjá Fylki. Þetta var nú bara markværslega, við myndum hann að Bernhard Lama hérna í gamla daga hjá Gunnleifi.
Þetta var mjög vel var í honum. Flott sending hjá Kjartani. Þetta er engu muna. Aða hálsbyrnan. Kjartan með hana líka. Hún er slög, eða hvað. Skilir sér samt eitthvað í gegnum þjóðuna og F-fangar. Fýtt kraftur hérna í Jóhanni eftir hann kom inn á. Já. Jón Kristjánsson komið mjög góður inn í þetta. Það var það Atli Viðar. Já, hann reyði ekki alveg við þetta. Andri sem átti færið á hann, Andri Þór. Það komast í milli. Bjarni Þórður með spilnum með þetta fram. Davíð Þór. Daniel hérna í baráttunni við Ásgeir Börk sem hefur betur. Jóhann. Og Jóhann Þórhallsson. Hann með skotið og það er vel varið. Gunnleifur búinn að lesa þetta og komið niður í hornið. Fylkismenn að koma aðeins fram að núna. Heldur betur. Já. Það fengið smá kraft við það þjálfarið þeirra var rekinn úr bóksinu upp í stúku. Það er spurning hvort að létta þess á þeim að sér ekki vera að skamma allan tíman. Gæti verið ekki fjárstýrt endalaust og hugsa sjálfur í augnablik. Nei. Já, Daniel og Mattias. Já, Mattias afrýmur baráttunni og dæmdur brotlegur og fær guldspjald. Það er mikið fögnum stund svona Fylkis. Það eru hæstánægðir með þetta. Já, nefndi sér eitthvað hérna með sýndi takkana og Kristinn þorði ekki hérna að gefa honum guld. Ég held að þetta sé nú bara grófast atriði sem hefur komið hingað til held ég. Það var ekki verið neitt sérstaklega gróft þannig séð. Gunnleifur fyrir utan kannski sparkið í djásnun hérna í fyrirháleik hjá Valfannari og Ingimar. Gott kast hérna hjá Gunnleifi. Jóhann, þvílíkur kraftur í honum, duglegur og fljótur. Þetta er F-fangarnir. Enga sem að F-fá, já, hann er duglegur og fljótur F-fangarnir vörðu sig ekki á því. Það var það F-fá, mjöngastið Ólafur Páll kemur þessu fram. Fylkir skallar í burtu. Já, Gunnar fær hérna boltan. Já, velgerst hjá honum. Það ítur snökkun alltaf. Ásgeir Börkur þrengir á honum og hvað? Gunnar fær boltan aftur út í teginn, hann er Mattias Viljánsson og hann, nei, Bjarni Þórður verð. Hólmar finnur Guðmund Sævarsson sem hann sendi fyrir að hvað, hotspinna, já, fer á Kjartan Ágústi Breiðdal og hotspinna. Já, þetta var ágætisfærið þarna sem Mattias komst í en skotið kannski full beint á Bjarni Þór sem að náði að kýla boltan frá. Aðeins þurft að stýra honum hérna betur. Já. Markaskorarinn í dag. Bara hotspinna. Það fangar eiga. Og fjárstingin hérna sendingin. Viktori Erni Guðmundssoni. Markspyrna. Frá marki Fylkis. Erni. Fylkir á þennan bolta.
Fylkir fær hér innkastið. Kjartan. Já, Guðmundur Sævar skallar þetta frá. Já, Daniel vinnur þetta og hvað? Ná að taka þetta loksins niður hérna Ásgeir Börkur. Og Kristján. Já, fangar vinna boltan hér. Hólmar Örn. Það er reynir þríhyrning sem gengur ekki upp. Fylkir setur pressu, já, Rúrik fljótur. Ösku fljótur alveg að færa aukaspyrnu. Já, svipuðum staða á þann. Og sami með hann sem braut. Já. Það er gott að Ólafur Þórðar ekki netta á hliðalínunni. Æ, þetta var aldrei gult. Já, Kjartan tekur aukaspyrnuna. Það fangar bæði þessu frá í bili. Innkast sem að Fylkir á. Eða hvað, nei, boltinn var ekki út af. Þannig sér maður línuna vel úr fjarska. Kjartan, nei. Fyrirgjöfun kom á lokum en Jóhann Þórhallsson náði ekki til boltans. Fylkir áfram með boltan hérna. Setja press á F-liðið. Það er óætta núna að fangar vinna boltan. Fylkismenn framarlega. Það finnaði Mattías. Það er fáir sem halda boltanum betur en hann. Já, sendir boltan á Gunnar og sendi ekki frá honum Arvarslög við innkast. Virkaði svona hálf ráðlausir hérna, hans meiri í þessum tilbúinu sínum F-fangar. Svo sé að reyna að jafna sig á þeirri pressu Fylkismanna. Skyndilega komin hérna. Já, Ásgeir Börkur leikur sér heldurinn hann að tapa boltanum. Mattías, Ólafur Páll. Já, Daniel kemur boltanum í Ólafur Páll og fær markspyrnu. Þú hristir hausinn, Sverrir, þú ert ekki sammála þessu? Nei, mann sýndi svona að vera hotspyrna þarna. Daniel hafði nú bara sett hann út fyrir. Já. Og maður er að treysta þessum línudómurum. Jú, það var ekki mikið kvart af þessum. Guðmundur og Björn Daniel. Hann hefði bara hefur getað tekið hann niður hérna. Ásgeir að brölda að príla hann upp á Ólaf og kemur Mattías. Daniel enn einu sinni fyrir fínan leik. Kemur boltanum verka saman þetta hérna. Björn Daniel. Finnur Guðmund Sævarsson, glæsileg tilþrif hvort sem þetta var viljandi eða ekki. Nei. Ég held að þetta nú allt verið æft hjá hann með því. Já, en teknískur Guðmundur Sævarsson, það er staðreynd. Hólmar Örn. Gunnar, Hólmar aftur. Hérna er Guðmundur rólega að fara að gera skiptingu. Já, það er lítið á þjálfara sinni það ekki sem er hérna verið aftan eða ekki. Það er bara einhver áhorfandi að skipta sér af. Skiptir ekki máli, fangar hér í sókn. Skiptingur einlega báða megin hérna, bara næst þegar boltinn er út af. Já, má búast við því. Mattías. Ólafur Páll. Ólafur með fyrirgjöfuna, Mattías. Já, hendi sig fyrir þetta Kristján Valdimarsson, vel gert hjá honum. Hann kemur boltanum svo fram. Jóhann Þórhallsson gerir vel hérna að valda boltanum. Já, Guðmundur Sævarsson brotlegur, ekki spurning, Fylkir á boltan. Og það er skipting í þeim minnsta Fylkismegin.
F-fáingar með skiptingu líka. Já, Emil Pálsson kom inn á F-fáingarinn, ungur Vestfirðingur. Gunnar Kristjánsson kom út að hérna á F-fáingum. Ásgeir Börkur hjá Fylkismönnum. Já, Trausti Björn Ríkarsson sem kemur inn á Fylki. Ásgeir Börkur verið eðið með að þalast verið hérna í þessum leik. Þetta ágætlega. Alls ekki sáttu að tekin út af hérna. Það segir Óli hefði ekki skipt mér út af. Gunnar Kristjánsson tekin út af að fá dauða færi hér. Jóhann Kristjánsson. Já, við hérna eitthvað að spá í skiptingunum og leikurinn hafinn og Fylkismenn í dauða færi. Góð fyrirgjöf þarna frá hægri og skallinn var hreinlega bara að klaufa og komið sér ekki í markið. Bara hitta miða aðeins betur. Setja pönnuna aðeins betur í boltann bara. En það var nú hins vegar spennandi að sjá hann að strák Emil Pálsson í sumar. Hann átti mjög flott tímabil með B.I. Búlandsgæðingu fyrra. Já. Annar ísvinningurinn hérna inn á. Já. Ekki allir sem vita það að Matthías Vilhjálmsson, hann hefur líka spilað fyrir B.I. Búlandsgæðing. Já. Var það sameiginlegt lið það, ertu? Það var sameiginlegt lið á þeim tíma. Já. Gekk í RF-fáinga 2005. Og er hér enn. Glæsileg sending inn fyrir Björn Daníel Sverrisson. Bjarni Þórður með glæfralega tækling og vítaspyrna sem F-fáingar fá. Gullspjald á Bjarna Þórð. Já. Það skilur ekkert í þessu. Nei, þetta var klárt víti. Hann var ekkert annað í stöðunum. Æði glæfralegt. Hann sá að Björn Daníel átti einhverju smá vandræðum á valda boltanum en misreiknaði það að hann næði því þó. Þetta fljótt. Matthías Vilhjálmsson stillir boltanum upp á vítapunktinn. Já, fá annað markið hér í 33. mínútu. Nú úr vítaspyrnu. Matthías klár og Bjarni Þórður í markinu. Já, Matthías skorar að hátamöður ekki 2-0. F-fáingum í vel sem að virðast alltaf bæta hér 4. sigrunum í sarpinn. 32. mínútu. Örgur úr vítinu, hann átti þessa sendingu á Björn Daníel sem var tekið niður. 2-0. Hann nú með þeim betri á punktunum. Já, og ljóst að það verður erfitt fyrir Fylki að sem minnst hann á jafntefli. Og þessu Matthías. Og allir við þar Matthías fær boltan aftur. Björn Daníel og Emil. Vinnur Matthías. Það sér hvernig þarna leika saman í F-liðinu. Það var Páll með sendingun hérna. Matthías að leita þrennunni, skallinn, varinn eða varnarmanni. Það er ekki Daniel Freyr sem var fyrir og hornspyrna. Það sýndist nú alltaf að leggja þetta upp hérna fyrir hann Emil sem var að koma að flyga ferð. Já. Kemur Viktor Örn á vettvang, ætlar að taka hornið. Já, við skalla þetta hérna á nærstönginu. Ekki góð hornspyrna. Guðmundur með innkastið. Það er enginn sem býður sig eitthvað. Jú, Björn Daníel er þarna. Daniel Freyr kemst inn í þessu sendingu. Skiptingu FH. Það kemur markaskorun og fyrirliðinn. FH-liðinn út af Matthías Vilhjálmsson.
Björn Daníel vill fá fyrirliða bandið og fær það. Inn á komið Hákon Atli Hallfreðsson. Já, litli bróðir Emils Hallfreðssonar. Kýðfættur mjög. Nei, hjólbílandur. Mjög svo. Bolti hérna upp í loftið. Björn Daníel í sína uppáhaldsstöðu hérna fyrir aftan framherjann og Hákon í stöðuna hliðinu á Hólmari aftarlega á miðunni. Þarna fórum við í loftið. Já, og boltinn aftur. Já, nú er einn kast sem að Fylkir á. Staðan 2-0, Matthías Viljánsson með bæði mörkin. Það er að segja 0-2 FH í vil hér gegn Fylki. Já, hann er prílað upp á bakið og Davíð Þór þarna sýndist mér. Já. Það var Páll. Andri Rúrik segi að hlaupa hann uppi. Málaður Hólmar býður sig. Viktor spilur þessu Hákon í sína fyrstu snertingu hér. Það er tæplega 9 mínútur eftir að venjulegu leiktíma. FH leiðir 0-2. Fjórða leik sínum í þriðja A-deildar Lengjubikarsins. Bendir margt í þess að þeir verður með fullt úr sega. Fylkir uppleið sitt fyrsta tap. Daniel, hvað þarf hann að gera? Já, fá boltan út af bara að fá markspyrnuna. Vel gert hjá honum. Sér fáir að fara að íta þessum dreng frá. Já, það er ekki auðvelt. Það fangar að gera sig klára með minni skiptingu til viðbótar. Þannig er Ásgeir Guðmundsson að gera sig kláran. Það er komið núna eitthvað. Nei, næst. Fylkismenn taka okkur svona. Andri Már og Andra Þór. Já, boltinn út af. Já, hann kallar á skiptinguna. Guðmundur Sævarsson kemur út af. Og inn á kemur Brynjar Ásgeir Guðmundsson. Ekki? Jú. Hann á að koma hérna inn á. Já. Númer 15 í þessum leik. Það var það FH-ingar, já. Það er rangstæður. Ætli Viðar verið rangstæður nokkur sinnum í leiknum. Hætt við að þetta fjari út svona þegar fórust FH er tiltölulega örugg og margir varamenn komnir inn á báðum liðum. Fjari út leikurinn en aldrei að vita nema við bjóða upp á einhvern þrestleika hérna í lokin. Já, hálfátt af bolti Daniel Freyr. Fyrstur þennan bolta Björn Daníel tekur hann niður. Heldur honum vel en ná ekki marknum. Brotið á honum. Kom Trausti að fullri ferð hann inn í þetta. Já. Hákon. Hættilega sendi ekki þeim tilbaka en Pétur er á undan Jóhanni. Það er leist hann hjá Gunnleifi. Trausti með þennan skallabolta á Andra Má. Og FH-ingar senda þetta svo hérna upp völlinn.
Liðin hérna skiptast á að sparka boltanum á milli sín. Já, Hákon ætli að fæða boltan hérna í andlitið. Það var að gera svo vel að harka þetta af sér. Já, gerir það. Fylkir fær innkastið. Það er kannski þetta benda áhuga sem það að í Grindavík og Þróttur sem er að fara að eiga stuð hér á eftir. Bara strax eftir að þessum leik líkur, ekki beinni í okkur en að gera að drífa sig í Egilshöllina eða vilja sjá meiri fótbolta. Ekkert betra að gera á föstudagskvöldi. Nei. Gunnlaugur tekur markspyrnuna. Mér finnst að vera breytum kerfi hérna í Fylki, þeir eru að fara í 4-2-4 held ég. Já, þeir ætla að reyna þeir og enga að tapa. Ég held að við ekki séð það leikkerfi sem að Brasilíumenn spila þegar Pele var að spila með þeim. Jú, það stemmir. Það spurning hvort það fá hvernig ná að nýta sér á og sækja hratt eða hvort að þetta gangi upp hjá þeim, Fylkismönnum. Það kemur í ljós. 3,5 mínúta eftir að venjulega leiktíma. Gangur bolti hérna upp sem að... Hvað? Enda hvar? Já, hausnum á Brynjari sem að skallar þetta út af. Kjartan á vettvang til að taka hornspyrnuna. Hvað? Nei. Helst hægt að skapast í þessum föstu leikadröðum hjá Fylki. Jónsson ekki hérna upp í vinstra hornið. Kjartan er þar. Kemur boltanum inn í teiginn en Gunnleifur grípur þetta örugglega. Og er að venju fljótur að koma boltanum í leik. Hamar finnur alltaf við þar. Vel varist hjá Kristjáni. Flottur bolti fram hérna. Já, Jóhann Þórhaldsson. Já, reynda að kloppa Pétur sem að sá við þessu. Hólmar, Hákon býður sig. Emil hérna úti, hægra megin. Ekki búinn að sjá neitt sérstaklega mikið af boltanum eftir að hann kom inn á Ísfirðingurinn ungi. Andri Már vann þetta skallaði mig við Hákon. Ótrúlegt að sjá það. Leiðilegt að þetta telli ekki neitt sem hafa dæmt bara rangstæði kjölfarið. Já. Staðsetningun á bótamátti á Hákoni þarna svo sem. En það var það Fylkir, Rúrik. Getur komið boltanum fyrir. Hann er fljótur. Já, kemur sér inn í teiginn. Losar sér svo við boltan Trausti. Andri vill fá hann hérna en... Já, Trausti sendir inn í teiginn. Það er Freyr. Sendir þetta frá. Það rólaði Páll. Ætlaði F-fangur að bæta í 3. markinu bara. Já, hann með skotið en það er yfir. Já, það getur til hún hjá hann svo sem en... Það ætlaði sér ekki alveg nógu vel yfir hann og... Skautið við markið. Fylkir undirbúið seinasta skiptingu sína hérna. Ásgeir Arnþórsson er að koma inn á. Í seinna varna, síðasta mínúta venjulegs leiktíma er runnin upp. Emil, já, tapar boltanum og með brotlegur að fær gula spjaldið. Já, Emil Pálsson nefndi sér í gula og það var síðasta skiptingin. Davíð Þór
Ásbjörnsson út af. Ásbjörn Hartvarsson inn á. Undarlega skipting hérna fyrir fast leikadri. Davíð með betri skallamönnum í liðinu. Já. Bara varamarkmennir sem kom ekki við sögu í þessum leik. Já. Það fangar dæja hættinni frá hérna. Horfðu svona nánast hver á annan en geta sótt hérna hratt. Ólafur Páll Auðunsjóð hérna hægra megin en fær ekki boltan. Það er nefnilega leiktími í liðin. Ólafur Páll. Og Atli Viðar. Hann langar í markið. Freyr. Það er ekki spurning hversu miklum tíma Kristinn Jakobsson hefur bætt við. Það var tipp á 2 mínútur. Með fjölda skiptinga getum við nú búist við cirka 4, en ég held að verða ekki nema 1-2. Já, ég get ekki ímyndað mér að hann taki hálfa mínútu hverja skiptingu. Það kemur í ljós svo sem. Mesta töfinu aðalega það að senda Ólaf upp í stúku hérna. Það sé svona eina sem eitthvað tafði leikinn. Kitty reyfst við Ólaf. Sýndi Ólafi hver aður. Ólafur Páll. Já, hann laði nú upp fyrsta mark leiksins á hægri kantinum. Glæsilega gert hjá honum. Sendir inn í Björn Daníel. Brynjar með sendingun á fjær. Og hérna var þetta Björn Daníel kominn. Atli Viðar var þetta áður náttúrulega. Mjög náttúrulega litlu, þetta var ágætisfæri. Skemmtisóknir Fylki hérna, þeir eru greinlega ekki alveg dauðir. Trausti með sendingun inn í, en Gunnlaugur pikkar þetta upp. Ólafur Páll fær boltann aftur. Já, vel gert hjá honum. Já, hann stingur ekki hjartan Ágúst Breiðdal af svona. Fylkismenn koma þá aftur. Kristján Valdimarsson með langa sendingu fram. Ætlum trausta Birni Ríkarsinni. Gunnlaugur fekk boltan á lokum. Það er ekki flautarinn af hér. Hann greinlega ætlar að nota alla 4 mínúturnar. Já. Nei. Þá flautar hann til leiksloka. Kristinn Jakobsson, lokatölur hér. Fylkir 0, FH 2. Matthías Viljánsson stimplar sér heldur betur inn í Lengjubikarinn, skoraði bæði mörkin. Serið þú kannski gerir þetta upp á meðan ég hleyp niður í viðtal. Jú, mikið rétt, leikurinn endaði 2-0 eða 0-2 fyrir F-fanga. Matthías Viljánsson bæði mörkin. Helstu atriði var það náttúrulega bara Ólafur Þórðarsson, hann fekk rauða spjaldi hérna. Það eru 20 mínútur inn á seinni hálfleik. En við þökkum bara kærlega fyrir okkur hérna Sport TV í kvöld. Og bara minnum það að það er leikur Keflavíkur og Grindavíkur sem verður hérna á dagskrá í næstu viku. Takk hérlega.
Hvernig er ljóðið? Það er í lagi. Matthías Vilhjálmsson, þú ert kominn heim frá Englandi og stimplaðið inn í þetta bara 31. sekúndu með markið. Þetta lítur á ljúft. Já, þetta var óska byrjun og ég er náttúrulega mjög ánægð með það og fínt að komast í gegn Fylki. Það er erfitt að brjóta það niður svona snemma, þannig að við erum bara sáttir. Það laði rauninni kannski í grunninn að leiknum og sigrunum að gera þetta svona snemma og að því að þið voru mjög vel skipulagðir og þeir sköpuðu sér fá færi. Já, við lögum upp með það að reyna að brjóta það niður þessu fyrst því að þegar maður spila á móti Fylki þá er það eiginlega alltaf mikil barátta og eiginlega bara stríð og við mættum þeim bara strax í byrjun og það var þægilegt að ná fórstuðinu strax og geta haldið boltanum en við slökuðum nú aðeins í fyrri hálfleik líka. Og náttúrulega fjórði leikurinn og fjórði sigurinn í Lengjubikarnum eftir slakt fótbolti.net mót hjá FH. Það hlýtur að vera nokkuð gott og gefa góð fyrirheit þó að það hefði kannski verið minni barátta í þessum leikaldur en ofta á milli FH og Fylkis. Já, við bara takk fyrir leikinn. Við erum bara mjög ánægð með að vinna og það er mikilvægt að byrja sigur hreinu strax bara á veturna og nú erum við komin með 4 sigra í röð þannig að við bara byggjum á þessu og vonandi verður þetta bara betra hjá okkur. Þú náttúrulega ert vantarlega í toppstandi eða eitthvað, búinn að æfa vel út í Englandi? Ég er í ágætis standi og ég þarf bara að vinna í leikforminu og búinn að spila lítið af alvöru fótboltaleikjum, bara einhverja varaliðsleiki og svoleiðis. Þannig að það var kærkomið að geta byrjað að spila svona snemma. Og ekki leiðilegt að stimpla sinn með 2 mörkum? Nei, það er aldrei leiðilegt að skora. Takk fyrir þetta, Matti. Já, við sáum FH sigra Fylki 2-0 hér í Lengjubikarnum. FH með fullt úr stiga eftir 4 leiki. Fylkir tapa sínu fyrsta leik, unnu 2 fyrstu. Við þakka Sverri kærlega fyrir aðstofan hérna við að Már sáum myndatöku og þökkum ykkur kærlega fyrir að horfa. Guðmundur Marin og Sport TV, segja bless.